Þá svona langar mann að spyrja, þú veist, því að Samfylking og Viðreisn eru þeir flokkar sem eiga það sameiginlegt að vera með aðild að Evrópusambandinu á langtíma dagskránni. Hvar væru þið staðsett í slíku samtali ef að þetta vinda ríkisstjórn? Ykkur eru búið að vera hérna með Samfylking og Viðreisn, þau vilja setja þetta á oddinn. Hvað segir þið? Við erum ekki þar. Nei. Það ég með, með mjög skýra sýn á það hvar ég tel að Ísland eigi að vera. Við eigum að vera mjög fylgjandi alþjóðaviðskiptum af því að við erum lítið opið hagkerfi og við auðvitað þurfum að geta selt hvað sem það sé fiskurinn, orkan, ferðaþjónustan eða hátækni og skapandi greinar. Bandaríkin eru líklega stærsta viðskiptalandið okkar þegar við tekum saman ferðaþjónustuna og fiskinn og orkuna í gegnum orkuútflutning í gegnum áliðnaðinn. Þú lítur svo á að við verðum að fórna miklu ef við hörum í fulla aðild á ESB. En ekki fullt af ESB-löndum með einhverja samninga við Bandaríkin og svo framvegis? Ég tel að það sé þannig að það ef við bara lítum aðeins á bara hvað að gerast í hagkerfum þessara ríkja, að þá hagvöxtur á evrusvæðinu 1%. Og það mjög hækkandi lífaldur, skuldir og auðvitað þetta mjög mismunandi eftir ríkjum. Ég meina það ríki sem í bestu málum í dag raun og veru það land sem fór í gegnum krísuna með okkur eru Írar. En hagvöxtur þar 1%. Hann 2% í Bandaríkjunum og þá ég að tala síðustu 5 ár. Því að því ekkert alltaf að horfa á 1 og 1 ár. Ég bara hvernig þetta hefur verið. Og hjá okkur hefur hann verið 2,6%. Okkur ég að nefna þetta? Jú, vegna þess að til þess að geta fjárfest í velferðinni í þessu sameiginlega menntakerfi okkar, heilbrigðiskerfi, þá viltu alltaf sjá ákveðin vöxt vegna þess að þannig, ert að stækka kökuna. Erindi næstu ríkisstjórnar að mínum mati, Frosti, að það þarf að lækka fjármagnskostnað Íslands, hvort sem það séu heimilin, fyrirtækin eða ríkissjóður Íslands, vegna þess að við höfum verið að vaxa og dafna alveg síðustu 20-25 árin, en við njótum kannski ekki þess hvað í raun og veru krónan hefur verið mjög stöðug alveg frá 2018 og í raun og veru hefur krónan verið mjög stöðug alveg frá því að ferðaþjónustan fer að koma svona sterk inn að gjaldeyrismarkaðurinn dýpri og stöðugri og ég svona fullveldis sjálfstæðis sinni af því að bara ef þú lítur á sögu okkar, nú fyrir alveg alveg frá landnámi að við svona það hefur að mínu mati hentað okkur best að búa til okkar eigin stefnu. En Viðreisn og Samfylkingin ekki sammála þessu. Nei. Og maður spyr ef þessi staða kemur upp, ef Viðreisn og Samfylkingin væri að bjóða ykkur í samstarf og myndi þetta stranda á því að þið myndi setja það skilyrði við erum til að koma í samstarf með ykkur en þið setja þá ekki Evrópumálum að dagskrá þessu kjörtímabili. Algjörlega. Nei, ég alveg, ég líka því við vorum að tala um fjármálahrunið. Það verður kannski ekki beint sagt að miðað við þar áskorun sem við stóðum frammi fyrir á þeim tíma að Evrópuríki, hvort sem það voru hollendingar eða Bretar að þeir hafi haft einhvern skilning á því að hér var alþjóðlegt bankakerfi sem hrundi en menn voru alveg tilbúin til þess að setja það allt yfir á fullveldið Ísland og ég bara og þannig ég orðin svona ákveðnar í þessari ástöðu minni og við lítum á þau ríki sem bara þeim sem vegnar vel, ég meina það eru Normenn, við erum að tala um Sviss og ég held þetta sé og svo þetta líka svona ákveðin svona hugmyndafræði að ég tel að það skipti máli hvað sem það sé svona í einstaklingurinn eða hver svo sem að þú þurfir að hafa svolítið svona þú þarft að hafa það að segja hvernig þín framtíð hvort sem það sé þú að plana hvað þú ætlar að gera með fjölskyldu þinni og þú hafir þetta svona valfrelsi. Mér finnst Evrópusambandið þrengja að þessum kostum þjóðríkisins og svo ég líka þar að mér finnst það sem mér finnst vera að þú ert með, mér finnst vanta hið lýðræðislega umboð hjá Evrópusambandinu og ég tel að við getum séðu þetta bara hag Íslands vænka mjög mikið með skýrri og góðri stefnu í auðlindamálum og auðlindinar eiga að vera í eigu þjóðarinnar og arðurinn að koma. Þannig að þú ert í raun og veru að segja að
stæði ykkur til boða annarkvort ríkisstjórn með Samfylkingu og Viðreisn eða ríkisstjórn með Miðflokki og Sjálfstæðisflokki, að þá myndi það passa Framsóknarflokknum betur að vera með Miðflokki og Sjálfstæðisflokki. Þú segir það, ég get sagt það að þegar við erum í svona kostningabaratu þá gefur auðvitað engin neitt upp svona. En það samt reyna fjölmiðlum en alltaf. Alveg, og þetta hefur maður þó lært af þessum árum sem maður hefur verið í. En það sem er hins vegar, það sem ég segi bara alltaf, og skiptir ekki máli hvort það sé stjórnmálum eða í atvinnulífinu eða bara þú ert með vinum eða fjölskyldu, þú verður auðvitað alltaf að vera trúr því sem þú hefur trú á.